og það sem við vorum að gera í morgun var að fá aðeins grunninn að því hvað við fáum síðan hitakerfið annað. Þessi maður Apollonius, hann kemur svona þessar fyrstu hugmyndir, svo lágu þær við láginni, eða fyrir gleymskunum dá í, hvað ætlaði að vera langt? 1400, hann er fæddur í, þú sjáðu, meira en 1500 ár. Þú séu hvað það tekur allt langan tíma hérna. Þangað til að geta átt að sjá því að það er snjallt að setja rúður á fléttuna, bara setja hnýtt. Næsta skref er að skilgreina tvö hugtök. Við þurfum að vita hvað er átt við þegar við segjum að tveir þríhyrningar séu eins. Það er svolítið óljóst að segja bara eins. Það byrjaði að segja eitthvað svona, byrjun. Við segjum að tveir þríhyrningar séu eins móta. Það er kannski auðveldast að byrja að tala bara rétthyrnda þríhyrninga. Tveir rétthyrndir þríhyrningar eru eins móta ef þeir hafa tvö horn sem eru jafnstór. Er það ekki þriðja hornið líka? Er það ekki þriðja hornið líka jafnstór? Skrifum þetta bara niður. Við byrjum þarna, þetta er góður staður að byrja á. Segjum, kannski byrjum að teikna mynd. Mynd. Við þríhyrningur og við skulum hafa réttinda. Og þá táknum við það svona og segjum að þetta horn hiti þeta. Það reyna að snúa. Og þetta horn á að vera stærri en þeta og það er 1,90 gráðu horn í sitt hvorum þríhyrningnum. Við skulum kalla þennan A, B, C og hinn A kannski merkt, B merkt og C merkt. Ef þið væri að skilgreina hlutina, myndu þið segja að þið væri eins í laginu? Það er ekkert vitlaust að nota þá orðfæri, þeir eru eins í laginu, þeir eru eins í laginu. Þeir hafa báðir 90 gráðu horn og báðir hafa horn sem er þetta að mæla í gráðubóða og það er talan þeta eða gráðutalan þeta ef við viljum mæla í gráðu. Þá skulum við fyrst segja hvað við eigum við þegar tveir þríhyrningar eru nákvæmlega eins. Þannig við horfum á þríhyrning kannski í vestri og annan þríhyrning í austri. Við viljum geta sagt, og við viljum helst sleppa því að ná í þennan hennar sem er í austri og sækja hinn líka og reyna að setja þá í sama móti. Þegar þið passa fullkomlega í sama móti þá eru þetta nákvæmlega eins. Það mátti kannski segja sér sami þríhyrningurinn. En við viljum ekki þurfa að fara neitt, heldur viljum við geta bara borið saman hornin. Við viljum skilgreina skýrt hvað það þýðir að tveir þríhyrningar séu eins. Þríhyrningarnir eru grunnformið. Hvað við eigum við þegar við segjum að tveir þríhyrningar séu, og við getum sett svona gæsalega fyrir þetta eins. Svo mótum við skilgreininguna og hún gengur. Við skilgreinum þetta svona. Það er bara skilgreining. Og þetta er svona kassi, þetta er svona spjallkassi. Þess við erum að velta hlutunum fyrir okkur. Við vitum eiginlega alveg hvernig við viljum gera þetta, eða við vitum eiginlega alveg hvernig þetta verður að vera. Þríhyrningarnir, þríhyrningur með hornpunkta A, B og C, og hinn þríhyrningurinn A, B, C og svona með merkingu. Þeir eru ekki sömu punktar en þeir eru að hjálpa okkur svona að sjá að þeir eru eitthvað skildir. Eru einslaga. Og enska orðið við það er kongruent. Ef þeir hafa tvö jafnstór horn. Er þetta ekki samt svolítið óvandað að ef þeir hafa tvö jafnstór horn, þá er það að meina að tvö horn í öðrum þríhyrningum séu jafnstór. Ef við getum fundið tvö horn í öðrum þríhyrningnum sem eru jafnstór einhverjum tveimur hornum í hinum þríhyrningnum, er þetta ekki aðeins betra? Það má ekkert, það má ekki hanga okkur.
Er þið sammála þessu? Þetta sé betra heldur en að segja að hafi 2 jafnstór horn. Ef við getum fundið 2 horn í öðru þýðningnum sem eru jafnstór einhverjum 2 hornum í hinu þýðningnum. Ég verð að segja já eða nei. Þá segjum við þetta frekar, af því þetta er skýrara. Ef fyrir sérhver 2 horn í öðru þýðningnum, ef við getum fundið 2 horn í öðrum þýðningnum sem eru jafnstór einhverjum á 3 hornum í hinum þríhyrningnum. Svo þegar maður er búinn að skilgreininga þá þarf maður eiginlega að láta reyna á skilgreininguna og býr maður til dæmi. Gengur þetta upp sem ég var að segja. Hvernig er þýðningur? Við byrjum bara á réttindu þýðningum. 30 gráður hér. Þetta er rétt horn og hér eru 30 gráður. Okay. Er þetta einslaga þýðningar? Við skilgreinum hérna orðið einslaga. Við segjum að 2 þýðningar séu einslaga ef er það einslaga. Hvernig það? Af hverju? Samkvæmt skilgreiningu. Þess að 30 gráður og 90 gráður í öðrum, ég get fundið 30 og 90 gráður í hinum. Takk, flott. Þurfum við eitthvað að einskorða þetta við rétta þýðninga eins og kalla þetta? Það myndi ekki bara gilda almennt. Það er sama hvernig við drögum upp 2 þýðninga, það eru 2, við getum fundið 2 horn í öðrum sem eru jafnstór einhverjum 2 í hinum. Er þið þá ekki einslaga? Hvað er þetta horn stórt? Þetta hérna, í litla þýðningu. Það er nefnilega 60 gráður. Gæti þetta hérna verið eitthvað annað en 60 gráður? Hornasumma þríhyrnings, við skoðum það mánudaginn þar. Það er nóg að vita 2 hitt á hverja slessasir. Hint þetta er góð skilgreining og þetta gengur upp. En það er ekki 90 gráða horn ef ég þarf ég að breyta ykkur í skilgreiningunni. Nei, hint er. Segjum bara hér sé þýðningur og hann er réttindur. Við gefum mér einhverja tölu og góða og þægilega tölu sem ákvarða hliðarlengdina hér. 5. Við skulum ekki þykjast vita hvað þetta er. Og 1 horn. 30. Þetta er kannski Júlíani í sveitinni. Og við skulum hafa annan þríhyrning. Það ætla aldrei að gera svona takk. Þetta skulum við hafa 30. Hvað getum við sagt um þessa 2 þríhyrninga? Þeir eru einslaga. Og bara meðan ég man, vika 1 upprifjunarhefti. Takkið það bara upp reglulega. Alveg þangað til að öll orðin eru komin á hreint, hugtökin. Við skulum skýra hornpunktana, það er oft þægilegt. Þessi er A, B, C. Við skulum kannski nota D, E, F. D, E, F. Þar sem í báðum þríhyrningum 30 gráða horn og 90 gráða horn þá er einslaga. Það er táknað svona að þríhyrningurinn A, B, C, við erum bara núna að æfa okkur í táknmáli, er eins í laginu, þetta er táknmáli notað fyrir það, í laginu og þríhyrningurinn A, B, C, D, E, F. Þetta hérna lesist eins í laginu og það má líka segja er einslaga. Þess að þríhyrningurinn A, B, C er einslaga þríhyrningnum D, E, F. Já.
Takk fyrir, þetta var bara mjög gott hjá þér. Þetta er A, B og AC. AB, það er 5-man. Er það EFD? Já, flott. Er það þá sko þetta hérna strik AB, F og E, sambærilegt við AB. EF. Við þurfum nefnilega alltaf að gera hlutina skipulega. Það er bara einn bókstafur eftir. Því að við viljum geta borið strikin saman og lesið þau sem röð. Nú skulum við setja ykkur upplýsingar í EFD þýðingin. Þannig við getum fundið X. Við þurfum að fá upplýsingar X út frá hinu þýðingin. Og hvað segir hvaða upplýsingar væru nægar fyrir okkur? Ef að þetta væru, ef þessi ekki aðeins stærri, ég var að segja, hvað ég var að segja þetta hérna sé langt? Er þetta 7? Og hvað ég var að hafa ED? Já, en styttri en 7. Bara svona með við mynd, við erum bara að pæla saman. Nú getum við notað það sem við vitum tangensa og við getum hugsað alltaf tvær þverstæðar stærðir, hlutfall þeirra sem hallatölu. Við þurfum bara að snúa þessu einhvern veginn rétt fyrir okkur. Þegar við erum í svona vangaveltum til að byrja með, þá er ekki til neina neikvæða tölur og engin 0. Þannig að nú skulum við einmitt sjá af hverju þetta var góð hugmynd hjá Kjartani. Sko, við sjáum að A og B eru fyrstu 2 bókstafirnir í fyrir þýðinum og skilgreining á hallatölu er ekki lóðrétt færsla móti láréttri. Við vitum það alveg, við erum að reisa þak. Hallatalan breytist ekki ef við lengjum bæði lárétt og lóðrétt í sama mæli. Þannig að þá getum við allavega sagt lóðrétta færslan í þýðingum ABC, það er, ef að skjóta þetta svona, við segjum þetta að CA, ég ætti að skrifa strik undir CA, en við vitum að það er átt við strikið eða lengd þess og það verður samhengi. Þess að lóðrétt á móti láréttu, fyrst vil ég gera bókstafi. Þess að sjá að kerfið sem að Kjartan stakk upp og er einmitt gott. Ég þarf bara að horfa á þetta og segja allt það er síðasti og fyrsti, það er CA og svo AB. Bara horfið á innbyrðisröð bókstafan. Þá á ég að sé DE, fyrst ætla ég að gera þetta bara beint svona og svo AB, hvað er sambærilegt við AB? Við vitum að þetta er satt, af því að svona skilgreindu við halla. Þetta er einingaleg stærð, þetta eru 4 stærðir, 3 eru þekktar og 1 er óþekkt. CA er óþekkta stærðin og það var það sem við erum að leita af. AB, það er 5-man, DE, ég horf á myndina, það er 5-ma, EF, það er 7. Þetta hlutfall X á móti 5, sem sagt X-ið og 5-man í sitt hvoru þríhyrningnum eru sambærilega hliðar og þaki, ég má halda áfram með það. Það er hlutfallið milli þeirri 5/7. Með myndinni þá er það skynsamlegt að X-ið er bara 5/7 af 5. X-ið er 5/7 hlutur af 5. En við reiknum bara. Fáum það X er 5/7 og 5 sinnum það. Og þetta er þá 25/7. 25/7. Það eru til svokallaðar blandnar tölur, aðeins minnst á þeirra því að það eru algengar annars staðar. En hvað er þetta margir heilir, 25/7? 3 heilir, þá ganga 4 af og 4/7. Svona getum við aldrei skrifað tölfur í forritun, bara við vitum það. Blandnar tölur, það er eðlilegt þegar maður er í svo blað að skrifa tölur svona, en tölva myndi ekki skilja þetta. En það sem við meinum með þessu eru þetta 3 heilir
og 4/7. Af því við erum þarna með 1/7, þá skulum við aðeins kynnast eiginleikum tölunar 1/7. Svo höldum við áfram. Ef þið hafið nú nógu góðan vasareikni eða bara MATLAB og segir nokkur orð, þá höldum við áfram, 1 á móti 7. Ef þið sláið inn í vasareikni 1 deilt með 7, þá fáum við 0, eitthvað. 1/7 er rúmlega 14%. 14,28%. Það er til fleiri ykkur stafir. 57. Það er með nógu stóran vasareikni. Þá fáum við aftur 14, 28, 57. Það endurtekur sig alltaf. Alltaf. Þess að. Við notum það tækifæri til þess að tala svokölluð lotubundin tugabrot. Þetta heldur alltaf áfram. Það er alveg kerfi í því hvernig á að skrifa 1/7. Við segjum þá að þetta er lotubundið tugabrot. Aftur og aftur, alltaf sama lotan. Fjöldi aukastafa í lotu getur ekki verið þarna fleiri en talans upp. Hvað er margir aukastafir? 6, já. Og við skrifum þetta svona. 14, 28, 57. Svo gerum við svona strik til þess að tákna lotuna. Og þetta er aftur spjaldkassi. Er það ekki? Við getum ekki skrifað 1/3 sem tugabrot fullkomlega í tölvu. Við erum að tengja það. Af hverju ekki? Vegna þess að tölvan, já, hún skrifa 0,333, svo stillum við bara sniðið á útkominni og hérna höfum við aftur lotubundið tugabrot, það er auðveldur að skilja 1/3, það er 0,3333, ekki, hvað ég vendar þess. Og til þess að spara skriftið þá greinum við töluna. Hver er lotan? 3. Og hvað eru margir tölustafir í lotunni? 1 bara. Þetta er lotan. Og svo kannski notum við svona tákn. Hvað eru margir tölustafir í lotunni? 6. Og við segjum hérna 0, 3 og svo endalaust. Bara svona til þess að árætta hlutina, þá erum við höldum áfram með þrýrningana, að það er mjög mikilvægt að þið hafið á hreinu bara venjulega deilingu. Þetta er deilingareikniritið eins og við lærðum það í barnaskóla. Við notum það mikið á næstu vikum. Ef maður í staðan fyrir að segja 1/7, þá segjum við 1/x. Og eitt fall sem að skipta meginmáli fyrir okkur í stærðfræði er 1 deilt með 1-x. Það tóttur þetta yfir þess. Það er við erum að tína svona fallegustu mólana úr sögustærðfræðinnar og það er eitt af föllunum sem er mjög mikilvægt. 1 deilt með 1-x. Af hverju? Það verður að koma í ljós. Ef þetta er ekki alveg á hreinu, þá skulum við aðeins hjálpa stað. Hvað ganga 3 oft upp í 1? 3 ganga aldrei upp í eininguna. Það er 0 sinnum. Þá verðum við að spyrja og stundum setjum við punkt hér til þess að minna á að nú erum við ennþá með 1 en við erum að líta á 10 tíundahluta. Þá erum við að spyrja hvað ganga 3 oft upp í, 3 sem 10. paktur. Hvað ganga 3 oft upp í 10? Setjum punktinn svo við gleymum okkur ekki. 3. Og svo þurfum við að finna, svipað og þurfum að skoða blöndnutöluna á það. Sjáðu ég geta svona svolítið í huganum, hvað ganga 7 oft upp í 25? Og svo, já, það er 3 heilir og svo ganga 4 af. Við þurfum að gera það nákvæmlega sama í deilingareikniriti. Ég þarf að finna út hvað ganga margir af. Þess að 3 ganga 3 upp í 10. Og svo þarf ég að gengur mikið af. Það er bara 1, nefnir ekki, 1/10. Og svo skrifa maður þetta allt upp aftur, sem sagt 3 × 3 eru 9. Og ég ætla að vanda mig þá hef komuna með, en það má þetta sleppa, við erum búin að setja hana efst. Og svo finn ég hver afgangurinn, það er 1. En ég er búinn að prófa það, hvað ganga 3 oft upp í 1? Og þá þarf ég alltaf að fara í næsta tugasætu eftir. Og það verður alveg sama spurning, ég þarf að setja 0 hér, segja það er 3 svar.
Það gengur mikið af. Já, þess að 3 eru 9, ég þarf að taka þá frá. Og þetta er deiling sem gengur aldrei upp. Þetta er samt alvöru tala. Þetta er ekki óræð tala. Það er að skrifa. Svona 0,33333 segir við endalaust sem hlutfall tveggja heiltalna. Nefnilega er þetta 1/3. Prófiði heima, þegar bara við fyrsta tækifæri, rissetunarblað, reikniði út 1 á móti 7. Setið upp deilingarreikniritið og sjáið að þið þurfið að framkvæma þetta 6 sinnum, þangað til þetta fyrir að endurtaka sig aftur. Það verður alveg vissum þetta 7 á hreinu. Það er langbest af þessu með tölum fyrst áður en maður gerir þetta almennt. Þá skulum við aðeins tala meir um 1/7. 1 á móti 7, þú getur skrifað hana á styttri hátt, 0,12857. Ef ég margfalda þessa tölu með 2, ef ég tvöfalda fæ 2/7, þá fæ ég aftur tugabrot sem hefur 6 tölustafalótu, ég var ekki að telja 0 með, 0 endur ekki, með nákvæmlega sömu tölustöfum, í alveg sömu röð, en það bara byrjar á öðrum tölustaf. Þess að ef ég skrifa 2/7, þetta er allt hugsað til þess að þið æfið ykkur deilingarreikniritið. Það er svo vont að vera ekki með margliðu deilingu á hreinu, maður æfir sér bara tölu. En ef við bara leikum okkur pínlítið með þessa merkilegu tölu, 2/7, ég á að nota þessa tölustafi 1, 4, 2, 8, 5, 7. En ég á bara ekki að byrja á einum og byrja á einhverjum öðrum tölustaf úr lotubundna tugabrotinu. Hvaða tölustafur hlýtur það að vera? Ég má nota 1, ég má nota 4, 2, 8, 5 og 7. 1/7 pluss 1/7 og sem er 0,14287 pluss 0,14287 og lagði saman, sást að það hlaut að vera 2 í þessu. Nei, bara ámyndið þetta 7 og 2 eins og gerir hann að hinnudaminu og skrifar upp. Þetta er alveg réttur. 2, 8, 5, 7, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Þannig að 3 sinnum 7, ég má nota nákvæmlega sömu tölustafi í sömu röð, nema ég á að byrja annars staðar. Af hverju hlýt ég að byrja? Já, það er 4. Þá færum við þennan ásýnga. Já, 4, 2, 8, 5, 7 og svo kemur 1 og þetta endur tekur sjálf. Og þetta skulið þið sannreina og reikna. En þá hann alltaf 0. 4/7, hvað hlýtur það að vera? Alltaf sama regla. 0 og hver er næsta tala stærri en 4? Já, 5. 0, 5, 7, 1 og svo fara hinir aftur fyrir. Já. Já. 0, hvað? Hvað er fyrst? Það er að finna minnstu tölu sem er stærri en 5 í þessari röðinni. Já. Hvernig heldur þetta svo áfram? 1, 4, 2, 8 og svo endur tekur þetta sér. 6/7, hvað er það mörg prósent? Já. Já. 0, ég gleymdi að skrifa eitthvað að tölum á það. 7, 1, 4, 2, 8, 5. 6/7, 0,8 sagði ykkur, 5 og svo kemur 7, 1, 4, 2. Jæja. Þá er bara það erfiðast eftir. Hvað er 7/7? Já. 1. Þetta hérna, dæmi, og við skiljum alveg hvað er að gerast. Við áttum okkur alveg hvað hallatölur eru og myndum þess að það er stærri. Að við sjáum það að ef við værum bara með einhverja þríhyrninga, ef þeir eru einslaga, að þá getum alltaf, við getum alltaf dregið upp hæð í þá. Þessi er til dæmis, þetta er ekki réttur þríhyrningur. Ég vil gefa mér einhver horn í hann, bara svona eftir tilfinningunni. Ég var að byrja á þennan A. Hvað myndi ykkur finnast þetta á þetta eftir að stóð? 2. Það getur skrifað hann til 2. Slumpið á. Þá ráðum við ekki framhaldinu lengur. Hvað er þetta stórt? Hvernig vistu það? Það hlýtur að vera, ef við kallaði eitthvað. Já, einmitt. Þetta horn sem við vitum í hvað er,
Þetta er kallað þeta, einmitt. Þeta pluss 32 pluss 20, það á að vera 180, reiknaðu þetta í huganum bara. Þannig þetta eru 52 frá 180, 128 passar. Ég sleppi einingum. Og ég ætla að reyna að teikna annan sem er einslag. 32 gráður. Það því að virði viljan fyrir verkið. Þetta á að vera einslag. Þetta á að vera 32. Það því að við þurfum að nota réttinda þríhyrning. Allt sem við vitum þá ætla ég að nota svona. 32 gráður. 20. Og ég þarf ekki að skrifa hitt. Ég hef ekki eins og þetta skrifin hornin ef ég hefði sagt bara að þríhyrningurinn A, B, C er eins í laginu og þríhyrningurinn A merkt, B merkt, C merkt. Hvað er þetta langt hérna? Þetta takk hér. Einhver. 8. En þessi hérna. 7. En þessi hér. 4. 4. Hvað er þetta þá? Erum við með nægar upplýsingar? Þeir eru eins í laginu eða einslaga og við erum búin að smíða þetta einu stað. Það er 7 svona og 8 þarna og þetta hallar allt létt og rennur vel í rennurnar allt saman. Svo ætlum við að beðum að hafa þakið þarna á austurhliðinni 4. Þetta er aðeins minna, þetta er fyrir hænurnar, þetta er fyrir hestana hinum minn. Hvað eiga þakrennurnar að vera, þakplöturnar að vera langar þarna frá A-merkt til C-merkt? Jú, það er rétt, en hvernig getum við sannað það er rétt? Það er rétt, það er bara helmingurinn af 7. Júlíana hefur sagt það þarf ekki að reikna þetta flókið, þetta er bara helmingi styttra þak og alla kanta. En til þess að rökstyðja fullkomlega þá þurfum við að gera þetta einu sinni með því að smíða okkur réttinda þríhyrninga innan í hinn. Er þið ekki sammála því? Að þetta virkar fyrir hallatölur. Þannig að þegar við ætlum að rökstyðja þetta fyrsta, þetta var alveg hárrétt hjá keppandi. En þegar við erum að gera þetta fyrsta skipti, þá nýtum okkur það að það er allt svo auðvelt með réttum þríhyrningum. Svona. Og þá gerum við það sama hér. Sjáu þið hvert ég er að fara. Ég bý mér til milliskref til að reyna að rökstyðja að ég geti sagt 4 er helmingurinn 8, þá lítur x að vera helmingurinn 7. Eitthvað svona. En ég get þetta ekki alveg strax. Og ég þarf fyrst, ég veit þetta bara í augnablikinu, aðeins ef að ég þekki þessa hæð. En við skulum láta þessu svo að við vitum hvernig. Ég þarf að gera þetta allt út frá hæðunum fyrst. Síðan get ég haldið áfram. Fylgið með. Þannig að ég átti að smíða fræðin svona. Hér er eitthvað öfsilon og við veitum náttúrulega A og B, það er með x þarna inni. Hér er eitthvað tala B sem að takkar lóðrétta hæð og hér er eitthvað tala A sem að dreifur bara hingað. Og hér er tilsvarandi tala litla B og hér er tilsvarandi tala A-merkt ætlaði að segja, B-merkt og A-merkt. Ef ég geri þetta, þá er ekki neinu vandræðum. Ég get sagt B á móti A í fyrir þríhyrningnum er nákvæmlega sama hallatala og B-merkt á móti A-merkt. Er þið sammála því? Já, við vitum það bara. Við erum búin með það. Og síðan þurfum við smátt og smátt einhvern veginn að færa okkur upp á skaft. Og já, við getum gert sama hér, hvaða bókstafur er laus. Það er bara D. Og þá heitir þetta D-merkt. Er þá ekki B á móti D, sama og B-merkt á móti D-merkt? Já. En eins og komið höfum við bara reglu Pýþagórasar og við höfum bara flatarmálsreikninga. Ég ætla að láta þetta liggja sem dæmi
fyrir ykkur að hugsa hvernig rökstyðið út frá því bara því sem við nota til þessa. Rökstyðið út frá því sem komið bara létt æfing til þess að hugsa að x hljóti að vera helmingurinn af 7. Og það auðvitað alveg rétt og þetta ekkert erfitt, maður þarf bara að gera þetta sjálf eða sjálfur. Bara hvernig rökstyðið þetta. Maður má ekki bara segja það, ekki sammála því. Við getum þetta gert eitt, við getum tekið litla þríðinginn, lyft honum upp og farið með hann þannig að x-ið nái svona upp í hinn. Skilji hvað að fara? Ég get lagt hann hérna. Ég búinn að færa hann hingað, þetta litli þríðingurinn. Fjórir. Þetta það hjálpa okkur og þetta x. Þetta hjálpa okkur að flytja hann, leggja hann í hinn. Ef svo stóri liggur ykkur á móti að setja hinn í sama mót. Og þetta var svona samsíða línur. Já, eða fara með hann allar leið hingað. Þá x-ið komið hingað. Og hann kemur svo hér út einhvers staðar. Einu síðan við ykkur veltu þessu fyrir. Og það ekkert að því þegar maður velta fyrir sér hlutunum og eftir því sem maður þyrfti meira í undirskátunum því betur verður maður þar eiga skæri pappír og kartón eitthvað til að æfa sig. En þetta er þá bara regla, svo ætlum ekki að sanna, en reglan hér það þríðingar einstaka, þá gildir þetta alltaf. Að ef við tökum skrifa upp nokkra möguleika hlutföllum að a á móti c strikið AC á móti AB strikið AC hérna sjáum við á móti öllu langa strikinu, grunnlínunni. Það sama á hvaða hlutfall í litla þríðinginu. Þetta sem sagt regla sem í alvörunni. Og við getum búið saman á bara hvaða 2 strik sem vera skal. Getum við búið til aðra formúlu úr þessum 2 þríðingum, bara einhver. CB á móti CB og stóra þríðingunum, höfum hann upp á striki og velja eitthvað annað strik, það er lengd þess nefnara. AB. Það sátu að hvað verið að skoða þá. Það er CB, já, CB er þetta og AB er langastrikið. Það er sama á hvað í hinum. Það er búið að stilla þessu þannig upp, það er ekki hægt að klúðra þessu. Já, gott er. En þetta er þá hlutfallareglur sem að gilda þríðinga. Það er bara gott að vita það. Við getum alltaf dreigð upp hæð í þríðingana og búið til 2 réttinda. Ég búið til 2 réttinda þríðinga eða hugsað hvaða þríðing sem vera skað sem 2 réttinda þríðinga sem liggja saman. Það er bara eins og hugsa þak. Setjum bara mæling. Þannig getum við farið að gera alveg ótrúlegustu hluti. Þetta er svo áfram og við skulum fara og við skulum smíða hitakerfi á eftir og við skulum smíða okkur jöfnum hring, smíða okkur jöfnum línur. Þar með getum við verið bæði með hringfara og réttskeið línuna. Við getum notað hringfara og línu til þess að búa til skurðferla og við getum notað algebraískt línu og hring til þess að búa til jöfn og leysa jöfn. Finnst ykkur ekki þetta hljóma vel? Við getum bara gert hvort tveggja og þetta styður bottan. Gerum þetta. Ég held þetta sé
Ekkert svæð. Það hjálpast að.